Komið sæl, það blés hraustlega á landinu í dag, var mjög kvíðótt sunnan og vestan til landinu, kvíðir fór alveg yfir 40 metra á sekúndu sums staðar, en það var bara hvasst á öllu landinu skulle segja og norðan til þá var svona meira og minna rigning á láglendi og var ennþá svona seinni partinn, en svona líklegt að það fari í slyddu og snjókomu á láglendi svo á endanum. Það dregur smá saman úr vindi næsta sólarhringinn og úrkoma verður svona éljakendari, en svo þegar kemur fram á þriðjudaginn þá svona hæglætisveður í kortunum, en það verður kalt í veðri. Enda sjáum við hér að liturinn verður dökkblár og má reikna með því að frysti á öllu landinu á morgun. Og ef við höldum svo áfram hér þá sjáum við að það eru gular viðvaranir í gildi á öllum spásvæðum og svona tvískipt hríðarviðvaranir í gildi hér norðan til en vindaviðvaranir syðra og reyndar úrkomuviðvörun í gildi hér ennþá á Austfjörðum sem fer nú að detta út, það er búið að draga úr úrkomu þar, en úrkoman það mældist alveg vel yfir 30 millimetra á Seyðisfirði í dag og en það svona má reikna með að fari meira svona í snjókomu slyddu á láglendi. Það búið að vera náttúrulega hríð upp á fjallvegum norðan til og erfið færð, en sjáum að svona dregur úr úrkominu, hún verður þá svona éljakendari svona þegar kemur fram á nóttina og í fyrramálið. Þessi hér mun hanga svona hríðarviðurinn hér austast mun hanga áfram eitthvað í fyrramálið, en sjáum að það fjólblár litur víða hér í vindakortinu, þannig að sem þýðir að það hvassviðri á öllu landinu, en bleiki liturinn var hér svolítið hérna suðaustan til og jafnvel svona rok á staðbundnu rok. En seinni partinn á morgun þá verður ennþá hvasst austan til landinu, en hérna í fyrramálið þá verður ennþá nokkuð stífur vindur á landinu, sérstaklega austan til og kviðátt áfram hér á Suðausturlandi. Skafrenningur og svona hríð upp á heiðum og svona almennt þá svona éljagangur norðan og austan til landinu, en bjart sunnan og vestan til. Og síðan dettur þessi hér síðasta hríðarviðvörun út í fyrramálið eða með morgninum, en við sjáum að það ennþá svolítið vindur hér, strekkingsvindur eða allhvassvindur austast á landinu, bláar tölur allsráðandi seinni partinn, kalt í veðri og svona almennt séð kaldi eða strekkingur úr norðri, áfram bjart sunnan og vestan til og éljagangur fyrir norðan á Norðausturlandi sérstaklega, en annað kvöld þá dregur enn frekar úr vindi og síðan kemur svona einhver úrkominn bakki, éljabakki inn hér vestan til, sérstaklega norðvestan til á landinu, sem að léttir til hér austan til víða á landinu, en skýjað og stöku él hér sérstaklega norðvestan til, hugsanlegt að slæðist eitthvað inn á Faxaflóa einnig seinni partinn. Og kalt í veðri sérstaklega í innsveitum norðaustan til, breytist nú ekki mikið á miðvikudeginum, það verður áfram svolítið þungbúið norðvestan til og með éljum í lægðabóla þarna skammt vestur af Vestfjörðum, en áfram svona nokkuð bjart hérna sunnan og austan til landinu og frekar hægur vindur og einnig á gamlársdag svona norðan gola, frekar skýjað norðan til landinu en bjart syðra og síðan nú útlit fyrir að verður nú svona einhver hæðarhryggur yfir landinu svona gamlárskvöld og ágætis útlit fyrir flugeldasýningu, en síðan tekur við suðvestanátt með rigningu og hlýra loft vestan til á landinu. En í Evrópu þá sjáum við það mikið að gerast, það þessi mikla lægð sem eru komin hér inn á meginlandið á morgun. Það eru viðvaranir út allt, gular, appelsíngular, jafnvel rauðar á stöku stað vegna vinds í mið-Evrópu, en það mun snjóa líka mikið þegar þessi lægð kemur hérna inn á meginlandið, sérstaklega í Austurríki og Balkanskaganum. En við ætlum að láta þetta gott heita í bili. Verið sæl.